Og núna þá svar þessara nýju ríkisstjórnar virðist vera undir forystu Viðreisnar og Samfylkingar með aðstoð Flokks fólksins sem verður reynda sennilega farin á haugana eftir nokkra mánuði þegar það verður búið að losa sig við hann. Mogginn mun taka Flokk fólksins sennilega lífi þegar mokkanum hendar út af þessum styrkjamálum öllum. Og spáður því að þeim muni takast það á Morgunblaðinu að reka þetta mál þannig að flokkurinn. Já, það ekkert mál. Og vegna þess að fjármálaráðherra hefur raunin ekki einu svona umboð til þess að segja að hann ætla að sleppa einhverjum samstarfsflokki sínum í ríkisstjórn við að borga eftir 200 og eitthvað milljónir. Ég meina, í rauninni, ef ég ætla að vera mjög leiðilegur, þá gæti ég sagt að í þessu myndi felast einhvers konar bara umboðsvik sem að þetta bankastjórnir voru ákærðir fyrir og dæmdur og ákærðir fyrir fyrir hrunið. Að í rauninni innheimta ekki fjármuni sem að tilheyrðu í rauninni þessum fjármálastofnunum og daði fjármálaráðherra á að innheimta fés sem að ríkið á og ef að Inga væri ekki ríkisstjórn þá væri löngu byrjaður á því en það getur það ekki. Svo að Mogginn mun náttúrulega reka þetta mál og það endar með því að Flokkur fólksins sem núna á leiðinni niður mun fara endalega niður. Og þá verður væntanlega skiptum og fengi nýr flokkur inn í ríkisstjórnina eða þá að það verður bara kosið aftur. Og ég hef verið að benda á þetta. Og mér virðist að svara nýra ríkisstjórna verði það að við ætla að stýra okkur inn í Evrópusambandið. Þeir ætla að gera það sennilega sínist með miklu hraðar en gefa það til kynna fyrst. Og mennur var það að tala það að verði jafnvel bara kosið þetta miklu fyrr og þá allt undir. Þá þurfa menn að segja fyrir sér hvað ætlar Evrópusambandið að fá í staðinn ef þeir eru að fara að setja á fót einhvern meiri háttar her. Við eigum að taka þátt í því. Já, við eigum að taka þátt í því. Hvert verður gaggjaldið? Það verður íslenskt vatn, það verður íslenskt rafmagn, það verður íslenskt landsvæði, það verður í raun og veru íslensk sjálfstjórn og sjálfstæði landsins undir og menn gerðu svona, ég ætla ekki að segja grína því, en gerðu lítið úr málflutningi mínum þegar ég var að tala það að við þurfum að standa vörð sjálfstæði Íslands og fullveldi, en núna eru liðnir þessi mánuður og tíminn runnin upp. Ísland þarf að finna leið til að fóta sig í þessum nýja heimi og ég ekki viss að það sé best gert með því að utanríkisráðherra Íslands fari að höggva í samstarf Íslands og Bandaríkjanna. Við erum með varnarsamning sem að í rauninni í uppnámi því að Bandaríkjamenn geta hvenær sem sagt, við höfum engan húmor fyrir fólki á Íslandi í virðingastöðum þar sem kallar forsetan okkar öllum illum nöfnum og þeir gætu í rauninni sagt upp þessum samningi. Og ef að NATO, núna las ég það í morgun að Trump sé að segja bara að hann meini það, hann ætla að skrúa fyrir og sé búinn að skrúa fyrir fjárveitinga til Úkraínu. Ég meina, þá segir að þér Frosti það bara, við þurfum ekki að hafa neina svona stóra kristalskúlu eða vera svona með spámannlegt skegg til að sjá það, að þá Úkraínustríðið, það búið. Sko Bretar geta dælt inn peningum í þetta, reyndar sem þeir ekki sjálfur, heldur alltaf frista rússneska peninga. Og Frakkar geta dælt yfir einhverjum peningum en þeir ekki vopn. Æðstu yfirmenn í breska hernum hafa bara sagt það. Við getum í rauninni valla varið Bretland ef að brestur á með stríði vegna þess að peningar Evrópu sambandsríkjana eins og við vorum að tala áðan hafa í þessum skrýtna heimi þessum að Bandaríkjan hafa annars varnir runnið í innviði og núna reyndar þá ef að peningarnir að fara í hernað að þá vil Evrópusambandið og þá vilja menn fá okkur frá Íslandi